Já, við sittum hér áfram með Salman Tamimi í útvarpsþættinum Harmageddon og við erum búin að vera að ræða Íslam á Íslandi og víðar. En já, ég heyri það að hærra menntunarstig, þú vissum það að það myndi klárlega koma í veg fyrir öfga eða róttæka íslamista eða hvað? Ég meina hvað gróðarstíga fyrir hryðjuverk? Það náttúrulega þegar það atvinnuleysi, ekkert menntun, ekkert framtíð til að lífa fyrir. Það vitað að þessi kringumstæðum skapa ódæðisfólk. Já. Og það í raun og veru, þýðir ekkert að fara eins og það gert í Íran og Írak og Pakistan og allt þessi löndu og Palestínu að fara með herafli til að þykist að vera að lyfta fólkið á einhver aðra stig. Sko. Og þessi múslimar sem að fjárfest í húsinu í mér að þú talar að þeir séu mikið til atvinnulausir og ekki í gangi neina mentastofnunir eða neitt slíkt eða? Nei, það ekki, ég veit það næstan því 99% af þessi félagar sem þarna í menningasetrið eru atvinnulaus. Finnst þér þá, eru íslensk stjórnvöld að bregðast sko í að láta innflytjendur aðlagast og hjálpa þeim að komast inn í já, mér finnst það mikið, mér finnst það voðalega mikið sem að vandar í stofnanir. Jón Jónsson, hann er ekki neina rasisti, sko. En það stofnanir sem að gera þetta mjög flókið og mjög erfitt. Maður sem að kannski, eins og ef við tekum dæmi bara, maður sem að flýtur hérna til lands, atvinnulífið sem að hann fæ fyrirtæki sem að fæ atvinnulífið, ekki hann. Og þá hann bundinn þeim í þessi 3-4 ár þangað til hann fæ hérna sína varanleið valalífi. Og það eins konar þrældóm. Kannski honum líkir ekki eftir hann kom til lands og sá akkur ekki gefið einstaklingum og lítið á einstaklinga sem einstaklinga, ekki hóp útlendinga. Þetta bauð náttúrulega upp á það var bara hér hálfgeð þrælkun og það bara að flytja hér bara einn fólk. Og það til skammar að stofnanir að taka þátt í svoleiðis. Fyrst við nú að tala lögin stjórnarskráin íslenska, nú við verið að tala að setja á fót stjórnlagaþing að það verið að fara að gera það. Eitthvað í stjórnarskráin íslensku sem að þú myndi vilja sjá breytt? Nei, ég myndi vilja að vera notað þessi lög að þessi sem að vanvirða einhver vegna líturinn eða vegna trúabragð eða eitthvað að það fara að virka þetta lög einhver tíma. Finnst þið þessi lög ekki vera nógu virkað? Nei, þú getur bara skoða bara bloggsíður hjá sumum aðilum sem eru bara hatri. Já. Ef muslimi segir nákvæmlega eins og þessi menn þá mynd hann vera ábyggilega kallaður hryðjuverkamaður. Já, þú ert að tala sko náttúrulega Gunnar í krossinum, hann hefur náttúrulega gengið meðal annars, og kannski Omega stöðin. Ég meina, hvernig getur left svona sjónvarpstöð eða útvarpstöð með svona hatursboðskap? Já, þú vilt meina að það sé alveg ljóst að múslimar væri með sína þeir 1500 á Íslandi sem væri með svona stöð og myndu flytja út svona boðskap að það allt brjálað í samfélagi. Það verður alveg bara og við myndi ekki gera það náttúrulega því þetta ekki okkar trú. Við trúum muslimar á alla trúabröð sem til. Gyðingdóm, kristindóm, við virðum það. Þess vegna við svörum ekkert svona vitleysa sem að kemur stundum sko. En það sko náttúrulega tjáningafrelsið sem að fólki mjög dýrmætt og þarna skarast þetta svolítið að fólk má ekki segja hvað sem á sjónvarpsstöðinni sinni að þá finnst það að vera tróðið á þeirra tjáningafrelsi. Sko, þegar þú ætlar að nota tjáningafrelsi eða tjá þig, ég meina þetta sem að gerir okkar öðruvísi en skepnur, að við hugsum og við segjum við reynum að lífa saman í samfélag. En þegar það kemur eitthvað bull og vanvirðing á einhver annar persóna, ég held við erum búin að lækka frá því að vera manniska yfir þessi plan að vera alveg eins og öðru dýr sko sem að getur ekki tjá sig nema ráðast á hvort annað. Tjáningafrelsi auðvitað það dýrmætast og við muslimar sérstaklega og arabar við hefum þjást í gegnum 200-400 ár af einræðis herrar og sem að lifa fólk ekkert einu sinni að tjá sig. En virðingu fyrir manniskan á undan tjáningafrelsi.
finnst mér að ég get ekki fara að bladra eitthvað, sýta upp á þig alls konar lígi og nýðurlegja þig og allt það í fjölmiðlum og svo bara segja, herri, þetta tjáningafrelsi, ég þarf ekkert að sanna eitt í þenni. En er hægt að bera virðingu fyrir skoðunum annara í öllum tilvikum, undantekningarlaust? Jú, þú getur borið virðing fyrir þeim, alveg undantekningarlaust, en það bara eins og ég segi, ef að þetta kemur á þannig stig að vera með nýðrandi orðum og með lígi og vanþekkingu, þá ertu ekkert í raun og veru ekkert að ræða við manneska á menneskli plani.